Flutningur varma. Þrjár leiðir eru til að flytja varmaorku á milli hluta. Við ætlum að byrja á að tala um varmaleiðingu. Varmi til marks það að sameindirnar séu á hreyfingu. Því heitari sem hluturinn því hraðar ferðast sameindirnar. Því meiri varmi sem býr í hlutnum, því meira að hreyfingu sameindana. Sameindir á hreyfingu búa við meiri orku en hægfara sameindir. Þessi orka getur færst á milli hraðfæra og hægfara sameinda með beinni snertingu. Á myndinni eru rauðu sameindirnar kalt efni og í því efni býr lítil varmaorka og þess vegna ferðast sameindirnar mjög hægt. Nú kemst kalda efnið í snertingu við miklu heitara efni og sameindirnar í heita efninu, bláu sameindirnar, fara hratt út af varmaorku efnisins. Þá óhjákvæmilega að bláu sameindirnar munu rekast á þær rauðu og við það glata einhver af orkunni sinni og við áreksturinn og byrja að fara hægar, en rauðu sameindirnar munu þá taka á móti einhver af þessari orku og fara hraðar. Og þetta varmaleiðing í hnotskurn. Varmaleiðing það þegar varmaorka flyst úr einu efni í annað með beinni snertingu sameindana, upp að því marki sem sameindir geta snert hverja aðra á sjálfsögðu. Dæmi varmaleiðingu gæti til dæmis verið það að hér Jörundur hákarlabanni. Hann búinn að standa úti í kuldanum í allan dag og honum var ískalt á kinnunum og hann grípur til þess ráðs að blása á hendurnar á sér og leggja á kinnarnar, en það hitna ekki nóg við það, þannig að hann fer að nudda saman höndunum. Og við það hitna hendurnar mjög hratt. Þegar hendurnar orðnar vel heitar þá leggur hann hendurnar á kinnarnar eða lófana og þá hitna kinnarnar. Þessi flutningur á varma úr lófunum í kinnarnar dæmi varmaleiðingu. Það snerting og orkumiklar sameindir í heitu efni rekast á orkulitlar sameindir í köldu efni, koma þeim á hreyfingu og varminn flyst á milli staða. Næsta dæmi varmaburður. Varmaburður á sér bara stað í straumefnum eða vökva eða gastegundum og hér skulum við skoða dæmi hann. Hér Jón H. Varmar og hann búinn að finna upp vél sem fyllir loftbelginn hans. Vélin tekur raforku og breytir henni í varmaorku með því að hita upp loft og blæs loftinu inn í gegnum rör í belginn og það náttúrulega hreyfiorka þarna líka. Varminn verður til í vélinu og fluttur í belginn með blæstri. Þegar mikið af heitu lofti í belgnum þá gerist það sem hann bjóst við, að belgurinn lyftist. Varminn sem var í belgnum núna búinn að færast stað. Varminn var allur niðri við jörð en núna kominn upp í loftið. Þetta ágætis dæmi varmaburð. Í belgnum á sér stað stöðug varmaleiðing þegar hröðu sameindirnar í loftinu rekast á innra bor belgsins og aðrar sameindir. Þá hitna belgurinn og loftið inn í honum kólnar aðeins við það. En það ekkert ástæða fyrir að belgurinn lyftist. Ástæða fyrir að belgurinn lyftist sú að loftið í belgnum nú orðið léttara heldur en þungalofti fyrir utan belginn og það meiri sér léttara þó það þurfi að bera belginn með sér og belgurinn fer að fljóta í loftinu. Og ef hann sleppir belgnum þá flýgur belgurinn upp í loftið. Varminn í heita loftinu núna að ferðast upp í loftið og þessi tegund af flutningi varma heitir varmaburður. Og í sjálfu sér belgurinn óþarfur. Ef Jón heldur áfram að dæla heitu lofti út rörið, þá mun þetta heita loft streyma upp og það dæmi varmaburð. Það orðið eðlisléttara heldur en efni umhverfis og þegar straumurinn sekkur eða hnígur vegna þess að það hefur annað hitastig heldur en efni umhverfis það, þá köllum við það varmaburð. Og ástæðan fyrir að verður eðlisléttara þessi að hér erum við með kalt efni, sameindirnar eru þétt saman og hreyfast hægt. Ef við hitum efnið þá fara sameindirnar að hreyfast hraðar og þá þurfa meira pláss og hluturinn stækkar og þenst út og eðlisþyngdin minnkar náttúrulega við það því að eðlisþyngd þyngd miðað við stærð. Þyngdin svo sama en stærðin orðin meiri, þannig að eðlisþyngdin orðin minni og og ef við tökum þetta saman, varmaburður flutningur á varmaorku vegna þess að efnið sem geymir varmaorkuna orðið eðlisléttara en umhverfis og stígur upp. Síðasta tegundin sem við ætlum að ræða varmageislun. Við vitum öll að hlutir geta orðið svo heitir að þeir fara að glóa, fara að senda frá sér sýnilegt ljós og ljósapera náttúrulega fyrirtaks dæmi þetta. Og ef sjónin okkar væri dálítið næmari í rauða endan á litrófinu, þá getum við séð alla heita hluti glóa.
jafnvel þó að hitinn væri ekki nema bara örlítill. Heitir hlutir senda nefnilega frá sér varma sem ósýnilega ljósgeisla. Og til að skilja þetta þá þarf maður átt að segja þess á því hvað ljós er. Sýnilegt ljós er bara ein tegund af rafsegulbylgjum og rafsegulbylgjur hafa mismunandi eiginleika eftir því hver bylgjulengd þeirra er og hvað orkuinnihaldið er. Því minni sem bylgjulengdin er, því meiri orka er í rafsegulbylgjunni. Og ef við skoðum sýnilegt ljós aðeins betur, að hér sjáum við að ef bylgjulengdin er aðeins of stutt til að við sjáum hana, að þá erum að ræða útfjólublátt ljós og útfjólublátt ljós býr yfir mikilli orku, getur verið skaðlegt mönnum, eins og allir geislarindar sem eru orku meiri heldur en sýnilegt ljós. Blátt ljós er sem sagt orku mesta sýnilega ljósið, rautt er orku minnsta. Þegar við blöndum saman öllum sýnilegum litum þá fáum við hvítt ljós. Þegar bylgjan verður enn orkuminni en rautt ljós, þá erum að ræða innrautt ljós og það er innrauða ljósið sem getur borið varma. Varmageislun er sú geislun sem hlutir senda frá sér sem innrautt ljós. Varmageislunin hún berst á ljóshraða fyrir beina línu. Hún getur ferðast bæði í gegnum tómarúm og í gegnum efni og það er svona sem varminn berst til okkar frá sólinni. Í geimnum er hvorki varmaburður né varmaleiðing vegna þess að það er engar sameindir til að flytja eftir og þar af leiðandi skiptir eðlisþyngd engu máli. Varmageislun hins vegar berst í gegnum geiminn og er einstök að því leyti og hann er hægt að sjá með sérstökum hitamyndavélum og þá eru hitamyndavélarnar þannig að þær nema innrauða ljósið, breyta þeim í sýnilegt ljós og þá getum við séð hversu heitir hlutir eru og þessar myndavélar eru mikið notaðar við björgunarstörf. Varmageislun er líka notuð í hernaði og það eru til flugskeyti til dæmis sem að þefa uppi varmageislun og til að granda hlutum eins og flugvélum og faratækjum. Og það má geta þess í lokin að hæfileiki hluta til að senda frá sér varmageislun er sami og hæfileiki hluta til að taka á móti þeim. Og til að hindra að varmi tapi sem geislun þá er reynt að nota hluti sem myndi ekki hitna mikið í sólskini. Og dæmi hluti sem hitna ekki mikið í sólskini eru glansandi fletir. Glansandi pottur, hann hitnar ekkert mikið þó hann standi í sólinni og hann endurkastar frá sér mest allri birtunni í staðinn fyrir að drekka hann í sig og af sömu ástæðu þá tapar potturinn litlu af varma sínum sem geislun og þess vegna eru pottar og hitabrúsar og flestir hlutir sem eiga að varðveita hita